Ég var fyrstu viðbröð eftir þetta tap. Já, það var jafn leikur og við hefum alveg getað tekið til lokin en við vorum dálítið svona óagaðir síðustu 2 mínútur og svona þegar þeir missa Dag út af sem að mínum að þetta var búin að vera mjög góður að þá svona eins og þeir hafa fengið ekstra orku en eins og við heldum að þetta yrði auðveldara og við urðum dálítið óagaðir síðustu 2 mínútur en svona heilt yfir fannst mér liðið vera að leggja sig fram, spila vel en við gerum svona grundvallar mistök bæði í vörn og sókn sem að kosta okkur sigur hér en svona heilt yfir þá var ég ekkert ósátt við liðið. Já, nú ertu með nýjan Kana hérna í kvöld. Fyrsta útspil gekk ekki alveg upp. Það var svona meiri innsætt maður ef ég veit rétt. Er þetta ekki meiri bakverður? Ertu ánægður með þetta? Þetta er svona vængspilari og já, ég meina hann var að leggja sig fram og reyna að spila vörn og spila með liðinu. Hann var þreyttur í lokin og gerði þá dálítið að mistökum en svona heilt yfir fannst mér hann bara falla vel inn í það sem við erum að gera og þannig að ég held að hann komið mjög sterkur inn. Já, en nú er annar Kani sem að þú mættir einmitt í síðasta leik og það kom mér allavega óvart, ég veit ekki maður en ég veit enga forsendun, hann var látinn fara eftir leikinu mót ykkur, skoraði 33 stig. Er þetta um Hött? Já, við spilum við Þór Akureyri. Ég leiðrétti þig. Þá skulum við bara fara strax. Ég trúi því nú ekki Þór Akureyri að við látið Sinman fara með 33 stig og 20 frákast. Já, heyrðu. Er ekki að koma einhverja vitalega spurningi í lokin þá? Jú, ekki. Þið bygga næst, hverja í þig? Við Stjörnuna, hörkuleikur. Og hvernig leggst það þið? Bara mjög vel, við verðum bara betri og við erum að koma 9 mann inn og þannig að þetta er bara upp á við hjá okkur. Takk fyrir. Takk.